Happy birthday to you. Ég þarf alltaf að byrja afmælis Svo fallegt. Sunneva, skál! Takk Til fyrir. hamingju með daginn. Oh my god. Nei, þetta er fallegasta afmælispartí sem ég sé á ævinu minni. Er það djóka? Ég held við segjum þetta every year Nei, yfir bara, öllum þáttum. þú toppar alveg allt, sko. Nei, Þetta hættu er gorgeous. Þetta er bara... Sunny, ég er búin að öskra yfir þetta. Það finnst þér ekki? Jú. Ég var alveg svona, ok, því ég var að reyna að plana þetta. Bæði veit, það sem þetta vilja að horfa á. Já, þið verðið að horfa á þannig, Já. sko. Hérna, það því við gerum alltaf svona, þú veist, you guys know this, svona Já. afmælisþátt. Og því ég var að plana þannig, var ég eitthvað svona, ok, hvað þema á ég að vera með? Því fyrra var ég með svona smá fruits og svona apple spritz og einhvern veginn svona summer theme. Og í ár var ég eitthvað svona, ok, ég ætla að hafa eitthvað svona glitter, midnight sun, en það er samt líka bara ammæli, þetta er bara allt. Þetta er svona smá whimsical summer party, Já, sko. þetta er svona samt líka smá svona it's giving birthday. Já, it's giving birthday. Whimsical barnaparty, ég elska það. Þú veist, ekki, ég var alveg svona, þú veist, ég hefði getað að fara lengra með birthday pælinguna en ég var svona, veistu, ég ætla að hafa þetta bara mix of everything og það er líka bara svolítið cute. Það er geðveikt. I love that. En já, þannig að þú veist, þetta er all over the place. Hérna á boðstólunum erum við náttúrulega með osta alltaf. Þú veist, það er eitthvað svona sem við verðum alltaf einhvern veginn að hafa. Af því að við þurfum að grípa okkur í eitthvað svona Smá snarl. Og auðvitað erum við með besta ballerina keksið. Við erum bæði með brownie og original. Blanda við smá macaroons. Af því að, hvað er betur en það? Ekkert. Einmitt. Og til þess að, nú, já, svo erum við alltaf líka hérna með ammæliskökuna. Nei, þetta er eins sælst og kaka sem ég sé á ævinu minni. Þetta er alveg svo Kylie kakan. Sko, ég sá Kylie posta þessari köku fyrir ykkur sem ekki vita. Þá átti náttúrulega Kylie ammæli núna 10. Og hérna hún hélt eitthvað smá á laugardaginn og postaði og hennar þema var sko birthday princess, nei, hérna Kitty princess party. Já. Og þetta var ógeðslega random. So I loved it. I loved Þetta var it. svona nýtt sem maður aldrei séð. Já, og bara eitthvað svona fjæðrir, kórunur og kissur og eitthvað svona, þú veist. Og hérna, og hún setti mynd af svona hvítri köku með fullt af svona litla marinskossum, með fullt af steinum á og oh, my friends gave me the cutest cake og ég var bara, oh my god, mér langar að recreata þessa. Reyndi. Nei, hún er geðveik. Hvar fannst þetta bling á hana? Ég skildi ekki. Sko, hérna, ég keifti, ég keifti bara köku hjá Sætisundum hvíta, eða þú veist, ég skafaði af henni það sem var á. Svo bjó ég til þessa marinskossa og festi á, og svo fann ég bara eitthvað svona bling í eitthvað föndubúð. Þannig að það má ekki borða það. Nei, þetta er svona fullkomin bling. Það ekki. Jú, þetta er geðveik. Og ég var bara eitthvað búin að vera að líma á þetta og dunda mig við þetta, sko. Nei, sko, þú ert svo mikill, bara svona dundur, þú kemur alltaf óvart með eitthvað svona. Það? Já. Æ, gaman. Þú ert svo flink í þessu. Nei, þú gerir svo ógeðslega flott köku og gerir alveg skrift og eitthvað. Ég mun aldrei geta skrifa for the life of me hvað þá teikna mynda ykkur Nei, en þú ert góð í marinskossum, ég held að ég ætti ekkert í það, sko. Þetta er geðveikt flott. Æ, takk. I'm shocked. Og svona smá kerti að því að it's your birthday. Já, ég er búin að senda þessa köku, by the way, bara eftir að Kylie átti afmæli. Þú er búin að senda hana, hún er allstar á fórupinsinu við. Já, Bara hún er allstaðar. Þetta er bara allsstaðar. eiginlega the cake of the year. Já, þannig að ógeðslega gaman að hafa hana hérna líka. Já, af því að þú veist, summer is almost over, skilur Já. hana. I love it. Það ekki, Jú. fyrst smá Kylie cake. Já, geðveik. Og til þess að náttúrulega södra, eða þú veist, hvað sem var? Skóli sig niður. Skóli sig allir niður. Þá erum við með, það var náttúrulega, kom ekkert annað til greina, en að vera með okkar drykk. Þetta er, kæru vinir, Tebos Sangria. Já, alveg fyrsta skipti sem að þið sjáu hana hér. Já, þetta er bara nákvæmlega sama og þið fáið á tapasbarnum. Cheers. Þetta er meira þess að þeirra glös og könnur. Tapasbarn kom Já. með könnu, með ávexti, með glösin, þetta er allt frá þeim. Þetta er bara, we're getting a Geðveikt. bit of tapas í tebóðið. Ángríns, vá, það er best. Þannig að- Það er best. Má ekki skála um að taka sopa? Nei, þið fáið þetta á tapas núna. Tebo Sangrian, getið pantað hana alla daga. Alla dag, náttúrulega tebóðseðlinn er alla 50 dag og hann er ennþá að tapas, þá segi hérna, við lugum hérna að ykkur Já, við ruggluðum stæðis. í júli, en hérna, við erum búin að byggðast afskunar. Já. En tebóðs sangrían er alltaf, þannig að ef þið vilja hérna, gera teist og hvað við erum að skála í. Já, var hún er svona- ekkert eðlilega góð, hún er bleik, hún er með rósavinni, hindberjum, jarðarberjum. Þetta er svo Fullt af fresh. ávöxtum, þetta er svo fresh og Já. þetta er svona eiginlega svona líður ekki eins og maður sé að drekka áfengi. Nei, Smá. not really. Not really.
En oh my god, Oh my god, Birta. this is your birthday, sko. Nei, sko, líka hérna til hliðar bara the elephant in the room er stærstu pakkar sem ég sé á æfinu minni. Mér líður þess að ég 3 ára. Já, smá svona dótakassar, skilur. I love it. Er það pappir frá Emblu eða eitthvað? Nei, þetta er í alvörinu pappir sem ég gerði mér í alvörinu ferklun 10 morgun að reyna að finna. Finnst það geðveikur? Og en það, Já. en sko, þú veist, það var bara til ein rúlla á henni, ég ok, og svo passaði hann ekki einu svona á boxið, ég bara, You made it work. You Já, made já, it work. og svo þetta annars pappir hann, ég kefti hann líka í morgun og hérna, já, veistu, Þetta er geðveikt. að það ekki bara. I love it. Þetta er bara smá ammali. Þetta er smá svona Já. giving me a childhood vibe. I love that. Og svo, þú veist, voru blöðurnar, sko, þær eiga að vera, semst að representa Midnight Sun. Já. Nei, ég elska, þú náttúrulega veist að ég elska liti. Já, Og þú veist, þetta er bara svona- random. Já, ég elska, það passa samt svo vel saman. Já. Það talar allt saman. Þannig, já, þetta er svona, já. Svo erum við með lítinn sætan Jellycat. Já, mér finnst eins og að ég er eitthvað svona að byrja að gefa þér alltaf Jellycat Já. og ég eitthvað svona, Þeir eru allir í stringhillinu minni heima, sko. ég veit það, þegar Rómeó kemst ekki í þá. Já, hann er einu stóli Jellycat hjá mér. Það var ammálskjöfum frá Emblu Elisabeth fyrir. Já. Ég náði alveg að þrýfa hann, sko. Það er gott. Já, En hann er þessi ekki fær- stolinn síðan. er eiga heima þar líka. Já, Fannst fannst þér í þessi hilluna eitthvað mína. svona sætur, Hann er so cute. smá hjarta, Já. I love it. eitthvað svona, já, Ó, smá cutesy. takk fyrir þetta, Birta. Nei, auðvitað. Þetta er bara, Þetta er svona when your best friend is your soulmate. Homegreens. Já, alveg, þú veist, hver gerir svona fyrir vinkuna sína? Þú veist, I'm Homegreens. so lucky. Nei, veistu hverjum líka bara heppnar að vera með, þú veist, hvað segir maður, útibú, eða stað til þess að gera, Já, eða skilur, einmitt. hvenær myndi ég ekkert með hann fá að halda ammæli þitt Einmitt, fyrir þig, já. eitthvað, þú veist, maður gerir það ekkert ekki í dag, Nei. þú veist, heima hjá sér eða eitthvað svona þannig, Allavega, við erum mjög hefnar Við erum og ég ógeðslega er bara í heppnar. skíjónum hérna. Þetta er geðveikt. það er nú ótrúlega gott, en hérna, þetta er náttúrulega eins og við tölum í síðastætti og þá er þessi þáttur að koma út aðeins einna og náttúrulega ammæli á, hérna, í Föstudaginn síðustu viku. Já. senast, 7. ágúst. En þú tókst alltaf skyndiferð til Parísar og viltu segja okkur hans frá því, hvað varst að bralla? París var svo mikið æði. Ég er svo fegin að ég fór. Þetta var svona on the top of my head alveg ógeðslega lengi. Ég var bara svona, hvað á ég að gera á þessu ammæli? Að ég er að halda ammæli mitt á föstudaginn. Já, bara fyrir nokkra daga. Já, a party. En þannig að mér langaði samt ekki að vera bara eitthvað að gera ekkert á ammælinu mínu og svo var bara spáð ógeðslega veðri á Íslandi. Fann engan bústað út af, hérna, ég veit ekki hvað það kalla sólmyrkvi eða... Sólmyrkvanum, já. Þetta er sólmyrkvi. Og já, þannig að ég var bara, ok, fuck it. Bara dró bensa með mér í skyndi París og Já. það var svo gaman. Þú sérði eitthvað eftir því. Nei, ekki neitt, Ekki neitt, sko. nei. Ekki neitt. Það var svo geggjað, sko. Ég náði líka bara að plana ferð til Champagne Já. sem hefur verið, Oh my god, smá hjartafall. þetta var smá skreiting að þetta, Já, já. sem hefur verið draumur minn bara frá því mann eftir, þú veist, bara síðan ég byrjaði að drekka búblur Já, og ég byrjaði að kynna mér hvaðan búblan byrjaði. Þú veist að tala um búblan, þá ertu bara að tala um freyði vínið. Já, því að kampavín er grunnurinn á freyðvinni. Ó, já, kampavín. Já. Já, ég skil, ok. Kampavín var fundið upp í Champagne Makes sense. og þú veist, svo sem að ég er svona aðal gæinn og er nefndur faðir kampavínsins er Dom Perignon. Don Perignon. Dom Pierre Perignon, kann ekki segja Pierre þetta. En hann er Perignon. sem sagt franskur munkur, eða benediktar Einmitt. munkur. Heitir það Benedikt? Hann er benediktar munkur. Ó. Veit ekki hvað það þýðir, en Interesting. já, mjög áhuga, Já. spennsuðu bara hei. Já. En já, við erum alltaf langað að fara, ég líka sá Birgitulíf, vinkona mín, að fara hana einhvern tímann fyrir mörgum árum. Það? Já, og hún fór þarna í héraðið og hérna fór að gröfinni og ég var bara, sorry, Birgitta, þú ert living my dream. Oh my god. Og þetta var svona svo fjarrir mér að plana þetta. Já, að Þú þú veist- gætir ekkert gert það bara einhvern veginn. Já. Bara að fara, þú veist, ég held að þetta verið miklu lengra frá París, ég held mögulega að vera nær Suður Frakklandi. Þannig að já, þannig að mér langaði alltaf að fara þangað að sjá leiðið hans og ég var búin að segja við ykkur alveg nokkuð oft bara já, þú veist, gleymið að ég haldi eitthvað partí, ég ætla bara að vera í kampavín, kíkja á Domma og bara njóta þegar ég verð 30. Já, þú sko hefur alltaf sagt þetta. Já, ég sagti þetta í svo mörg ár. Já, svo eitt nefnum bara allt í einu, þú veist, erum við okkur ljóshraða með hennan tíma, allt um að koma að ammælinu. Já. Og þetta er svo fyndið, þú veist, bara nú tala ég við þig og ef maður er alltaf það, þú veist, og það var ótrúlega mikil hugarangur fyrir sunnu, bara hvað ætla ég að gera á daginn sjálfan, þú veist, partí var planað og allt það. Já. Það er bara dagurinn sjálfur
og eins og við erum kannski bara öll farin að kynna sinni Debóru, þá bara vitum við að þið langar alltaf bara úti og það var eitthvað svona, þú veist, nýkomin heim og varst bara eitthvað geðveitt Já, var náttúrulega á Bali, þannig að ég var svona smá svona, ég get ekki verið fyrir aftur út. Þú veist, eðlilega, ég skil pælinguna Já. og svo varstu bara, ok, svo, og maður var alltaf, svona verður komið plana, því ef hún hefði ekki planað að fara eitthvað, þá þurfti að bara reyna að gera það skemmtilega sem við gætum heima, skilur, sem við hefum alltaf gert eitthvað skemmtilegt, en þú veist, þetta líka stóramæli. Já, það málið, þetta aðeins öðruvísi. 31, eitthvað væri ekkert eins dramdist gefur þessu, sko. Þetta alveg stóramæli. Já. Og og þú varst bara svona, ok, þú veist, og svo bara loksins tókstu ákvörðum bara, ég að fara til Parísar og maður var bara svona, yes, Já, bara, sko, she will live the dream. Ég keypti flugið á sunnudegi og við fórum á miðvikudegi. Ég elska að hafa bara gert þetta og við erum bara eitthvað, ég þekki sjálf mig, ég veit hvað virkar fyrir mig. Ég veit bara þess að ég alveg verðalega svona birthday depresso. Já. Ef ég ekki á okkur svona, ég veit ekki, alltaf verið hann, bara svona smá svona ammælis, ég veit ekki hvað maður kallar þetta. Þetta ekki bara svona, þú veist, maður með eitthvað svona expectation? Já, og líka bara svona erfitt alltaf. Já. Þú veist, alltaf erfitt að ég ammæli bara út af því maður eldast og þú veist, en þú veist, alltaf svona geggjað að ég sé að gera eitthvað og það sé plan. Þú veist, ógeðslega erfitt að vera ekki með plan á ammælinu mínu, þá fer ég bara í eitthvað svona ammælisfílu. Já, einmitt. En að því að þú veist, við svo þið Líó sem er að hlusta, þið vitið að við erum svo mikil ammælisbörn. Það bara, þú veist, við verðum að hafa eitthvað plan. Einmitt. Ég held að öll Líó séu svona. Þú veist, ég held að þetta sé, að Líó things, sko. Án þess að maður vill samt vera svona smá nonchalant about it, skilur. Já, en samt hafa eitthvað. Já. Og verða ekki fyrir vonbrigðum og þetta alveg svona, þú veist. Það er að búa í Íslandi, skilur. Það getur verið það. Þú veist, ef ég byggi bara í París, við erum bara í París. Það er bara skotist í champagne. Það er bara ógeðslega auðvelt að gera eitthvað skemmtilegt. 100% og líka bara veðrið hefur verið sunshine og eitthvað svona. Einmitt. En við vorum sko að pæla að fara til Róm. Já, þið voru fyrst að pæla því? Já, af því að þú veist, við fyrir náttúrulega annual girls trip alltaf til París. En ég og Bensi fór náttúrulega líka til París í fyrra akkurat á þessum tíma. En ég bara, fyrir prófum að fara til Róm bara núna. Og það var mikla ódýrara flug. Það var 40 gráður. Já, ég skil. Þannig það er ekki sjens að vera í París. Nei, þú veist, þú getur ekki gert neitt. Nei, í Róminni. Það er ekki hægt. Þetta er svo ógeðslega lokuð borg og bara geðið litli vegir og það verður okkur svona 50 gráður, feels like. Einmitt. Ég bara byrja svitn undir hárunu að hugsa það, sko. Einmitt, já. Meðan í París voru í Spánni bara 24 og 26. Ég var bara, það er næs. Það er mjög næs, já. Það er mjög næs. En ok, þú fórstu út á miðvikudegi. Hvenær var að gera þann dag? Heyrðu, furðulega mikið, sko. Þið lendu hvenar? Við lendum svona 1. Já, næs. Við komum til París svona 2:30 eða eitthvað. Tjekkum okkur inn á hótel og vorum í... Ógeðslega flott hótel. Já, það var mjög næs og það var alveg 22 fermetra herbyggið. Ógeðslega flott. Af því að þú veist hvernig við erum, öll hótel í París eru bara með 10 fermetra herbyggi. Og ég verð svo overstimulated af því ég er náttúrulega með svo ógeðslega mikið dót. Þannig ég var bara að reyna að leita og ég leitaði að hóteli í fucking, sko, í Sverða svona 9 tíma straight og þá var ég búin að gera research mörgum dögum áður og því ég var að skoða áður en ég bókaði flugið og það var eitthvað laust. En ég fann þetta líka þetta var endur öðru hverfi en það var svona mörkunum við Le Marias heiti hverfið sem er svona aðal hverfið í París. Ok. Sem sérst 3. og 4. hverfi. Ok. Svo fyndi að við vorum stelpunar þar í fyrra í 3. hverfi og við áttum okkur ekki á því að við erum á vinsælsta staðnum. Einmitt. Ég var að labba þetta hverfi núna, ég bara, hérna eru allar vintage búðirnar, hérna er verið svona hip og cool, all the gays og bara svona geðið vibe. Oh, perfect. Já. Love. Þetta var bara svona eins og Soho skilur nema svona romantic Soho. Oh my god, draumur. Já, ég var bara, þetta er greinilega aðal hverfið ef þið eru að fara til París. Þetta er hverfi. Já. 3. og 4. Stendur yfirleitt Le Marias inn á booking og hvað. Ok. En þegar við erum oftast verið þarna í 7., 7., 8. hverfi. En já, þetta var svona á mörkunum að vera annað. Það var bara, þú veist, andur eina mynd að labba yfir þessi mörk, yfir í hinn hverfin. Einmitt. Sem var geðveikt. En já, fyrsta daginn, ég málaði mig klukkan 4 nóttina. Bara fyrir flugið. Já, ok. Já, bara með make-up. Og lést það bara duga? Já. Vel gert. Ég gerði bara augu mín þegar ég kom bara hótel. Vel gert. Ég var með sömu húð, það var alveg crazy. En maður var alveg orðin smá crispy. Já, en samt, vá. En við fórum bara að rölda bara
borgina og ég var með vorum bara, ándjóks bara röldum eitthvað staðar, 8 okkur á hvað við værum og bara njóta þess að það var 28 gráður. Þið flugu náttúrulega út með Icelandair, það ekki? Jú. Þannig að þú gæst fengið þér a nice cold Coca-Cola Jep. on the plane. Það ándjóks ekkert betra en að geta það. Nei, ekkert. Í alvörinni. Fækst þér að borða í vélinni? Nei, ég fekk mér ekki bara það. Fórum í lounge undan, fekk mér túnfusalatið mitt. Já, crisp. það er gott. Best. En nei, við vorum bara að horfa á Spiderman í fluginu, sko. Og drekka Coca-Cola. Já. Geðvikt. Draumurinn, sko. Svo fekk ég smá ammæliskampavín í lokin. Já, þú fekst það, alveg rétt. Og það var svo cute. Já, súkulega. Þannig það var mega næs. Já, fyrir ykkur sem ekki vitið, það var hægt að fá Coca-Cola borð hjá Icelandair og það er bara best. leiknum. Það gerir það. Hún alltaf fekst ekki Diet Coke út í Fraklandi. Nei, það er Coke Zero. Það er Coke Zero, já. Það er í Evrópu, eða þú veist, er í EU. Já. Þannig að þá fær maður ekki Coke Zero. Nei, Diet Coke. Nei, en Coke Zero er alltaf bara alveg geitinn, sko. Já, Coke Zero er alltaf bara alltaf best. Og líka best. alltaf í París, þá var það alltaf í gleri og öllum veitingastöðum, sko. Það er svo gott, sko. Það er best. Ángríns, kókið í París er ógeðslega gott. Það er svo gott. Það er bara, þú veist, eins og þið vitið, íslenska kókið er náttúrulega best. Það er langt best. Þess að við erum með besta vatnið, skilur, þú veist, og við erum með bestu blönduna hérna. En það er ótrúlega að fara að borða í París og alltaf fáið kók, að því ég alltaf fóð með stelpunum fyrir 2 árum og var ólétt. Þannig eina sem ég drakk var Coca-Cola. Og maður fær þetta alltaf í gleri. Alltaf. Það er svo mikið klassi. Já. Þú veist, það er svo mikið, klassi verður bara svona. Og það er líka bara svo gott. Það er svo gott. Ertu búin að sjá allt drama með Coca-Cola núna, að þeir eru búin að breyta umbúðunum? Coke Zero. Já. Coke Zero er núna komið, þú veist, það er með hvítum stöðum en ekki svörtum. Og svo stendur bara Zero Sugar undir. Ég fekk hann í flösku fyrst skiptið úti hérna í París og ég var bara, ég skil alveg fólk svona fríki út en þó að ég var ekki með að fá full fat Coke, sko. Nei. En ég var bara svona, þetta er alveg. Þetta er alveg... Já, því sumir eru very serious about their zero, sko. En ég er svona að hugsa, þú veist, hver ætla ástæðan sé? Ætla að sé, þú veist, að reyna að reyna að blekkja okkur í að drekka meira af Coke Zero. Þú veist, er þetta heilsu átak? Mér finnst það sko flottara. Heldur svarti stafir? Já, ég er sammála. Ég elska hvíta stafi, skilur við. Já. Mér finnst það ógeðslega flott, en já, sumir eru bara svo ógeðslega mikið zero, svona, maður myndi ekki breyta mig, ég myndi fá óvart fá, skilur ég, það væri bara svona, jackpot, skilur ég. Já, 100% sammála, sko. En já, þú veist, það er svo fyndið, fólk er bara ég fekk hjartaáfall. Já. Svo stendur bara Zero Sugar undir. En já, við fórum bara rölda inn og ég fór í svona Galerías Lafayette, er svona aðal department store eins og Selfridges í París. Fór ekki þangað. Mér alltaf langað að prófa að fara í, það er minni útgáfa af... Þú hefur alltaf talað um það? Já. Alltaf talað um þetta. Og hefum aldrei farið? Aldrei farið. Nei. En svo ákveði bara að prófa það. Af því að þau stundum mér alveg smá overwhelming að fara í Galerías. Af því það er svo ógeðslega stórt. Já. Þannig að við fórum í það. Og ég var eiginlega bara svo smá að leita mér einhver outfiti af því ég var að fara til Champagne daginn eftir. Og ég var ekki með neitt outfit af því ég náttúrulega planaði þetta með engu fyrirvara. Varstu að leita því? Já. Ok. Og ég ferði hann inn og ég bara rölti og skoði það, þú veist, þetta er svona department store, það er ekkert eitthvað það ódýrt í svona molli. Nei. Þú veist, þetta er ekki, já, þannig ég var bara svona, ég er ekki bara að kaupa 40 króna eitthvað outfit fyrir vinsmögun. Ég var með eitthvað backup sem ég fann í geymslunum minni, sem ég var bara svona, ég febri það, en svo var ég bara rölti og skoða, endaði að finna afmælispartíkjólum minn. Sko, það er ótrúlegt. The power of manifestation er beyond. Það er. Og þú pælir í því. Þú varst bara eitthvað svona, Sunneva var með draumamerki, veit ekki hvort þú vilt segja að koma óvart. Nei, leiðum að þess að hanga. Ok, en þú veist, Sunneva var með draumamerki, þú veist, sem hann er langað að vera í afmælisinu. Og og þetta er getur verið svolítið erfitt að sossa þetta merki, þú veist. Já, af því mér langaði líka vintage til að byrja með. Einmitt, og bara alls konar faktorar, skilja, sendi ekki allt til Ísland, starta það, þú veist, þetta er bara svona alls konar faktorar. Og hún fer í department store sem hún alltaf tala um að fara í, aldrei farið í, fer hann inn, sér merki sem hún langar í og hún finnur kjólinn sem hún, þú veist, sem þau langar að vera í. Já, sko, málið, ég var búin að plana annað frá þessu merki, það var uppselt og ég ákvað að prófa í öðrum lit sama kjól, bara og þá getur panta online, skilur, þá veit ég stærðina mína, því að það er svo ógeðslega erfitt að panta svona stærðir online sem maður aldrei máta neitt frá merkinu. Já. Þannig ég var bara til að prófa og svo bara greip ég einhvern annan kjól sem ég fannst það svo flottar en ég var bara svona þetta snið mun ekki fara mér en ég bara prófa þessa stærð líka.
mátaði hinn kjólinn sem ég ætlaði að kaupa mér, þú veist, nema í öðrum lit og hann bara fór mér ekki. Hann var bara svona, ég eitthvað, ok, það er bara fínt að ég keypti hann þá ekki. Það er rosa gott. Já. Þú veist, að þú fekkst þetta tæk fyrir að máta þetta snið, skilurðu. Hann var bara svona eitthvað loose, eitthvað, ég var bara svona, ok, þetta er ekki alveg giving birthday kannski, en hann var alveg cute. Svo prófaði ég bara að máta hinn og ég var bara, ok. Og ég bara hringdi í Bensa, hann var bara í ykkur bókabúð inn í department, ég bara, getur aðeins komið? Og hann vissi ekkert að ég fann þetta, neitt þannig. Nei. Ég var bara eitthvað að skoða. Og hann kemur og hann var bara, nei, svona, ef þú kaupir ekki hennar kjól, þá bara veit ég hvað, þetta er flosskjól sem ég sé á þér. Ég eitthvað, ok, þá er það sold. Já, þá er það sold. Og það léttir svo mikið hausverk að því ég var bara svona, ég nenni ekki eða allir í Parísarferðinni að vera að leita einhverjum kjól. Nei, og þú veist, það er líka svo ógeðslega oft þannig og við báðum svo ógeðslega segur maður er búin að búa sér til eitthvað í hausnum, skilju. Þú veist, þarna varst þú bara búin að, svona sem ég ákvað, mér langar í þetta merki, mér langar í da. Þú veist, og það er svo erfitt þegar maður þarf að fara sín út í. Þú veist, þannig að segjum að þú ekki fundið þetta merki í þessu department store, þá er samt alltaf verið svona, ætla að sé hérna, þú hefur alltaf verið að pæla. Já, en það var ekki í neinni annar búið í París. Akkurát, en vissur það fyrirfram? Nei. Nei, nákvæmlega. Ég er að tala bara hvað það er bara mikið match made in heaven, bara ferðin til Champagne, finna ammæliskjólinn, nokkrum dögum fyrir, þú veist, ammælið. Við erum að tala þá ammælispartykjólinn. Ammælispartykjólinn, já. Crazy? Já, þetta var crazy. Ég var bara svona, ég trúi ekki að ég sé bara búin að finna þetta. Og þú veist, ég er búin að vera með hennar hausverk núna í veit ekki hvað, marga mánuði að finna eitthvað frá þessu merki sem væri cute. Og svo bara næja að finna það. Ég var bara svona, ok, that's so cute. Þetta er alveg svona. Að ég var búin að segja Birtu bara, að því að eins og þið vitið, þá er að eldast hefur alltaf verið smá brekka fyrir mig. Og 30 hefur verið svona erfiðast fyrir mig. Já. Ég sagði Birtu, ég hættu að gefa mér blöðrur með tölu eftir 27. Já, og ég gerði það. Já, en þú veist, núna er ég bara svona, 27 er svo young. Já. Maður á ekki að hætta einhverju svona. Þú veist, maður eftir 4 og þá ætti verið bara vákvæður ungar sem 30, skilur við. 100%. Þannig að, já, bara, þú veist, ég er að reyna að díla við þessu aldurskomplexuna mína og mér líður miklu betur samt núna. Já, it's all coming. Já. En hvað var ég að segja aftur? Manstu það? Við vorum að tala um bara, þú veist, að þú hefði fundið kjólinn og já, nei, þú veist, ég held þú varst að fara út í eitthvað að tala um, þú veist, eitthvað með sniðið eða eitthvað, varst eitthvað að fara að tala um kjólinn varandi, þú veist? Já, ég er búin að segja þér að, þú veist, ég ætla að vera 30 í þessu merki. Já. Það var eins og segja bara, því það var ég svona, ok, þá er ég bara cute ef ég er í þessu merki. En ég var ekkert eitthvað, þú veist, serious about it, en ég var svona low-key alltaf að reyna að source eitthvað. Og svo bara, já, svo bara gerðist þetta, já, og þetta var bara fyrsti dagurinn. Það var fyrsti dagurinn? Pældi, hvað sem ég bara setja mikið strik í reikningin bara fyrir restina ferðinni, bara þess ferð eru bara drauma mín að rætast. Já, bara geðveikt. Og við Bensi bara röltum svo bara út í búðinu, sko, hún var literally að loka þegar löpuðum inn. Það var bara eitthvað hálftími eftir, ég bara eitthvað, hann eitthvað, eru frá lengin inni? Ég eitthvað, nei, ég hef bara hálftíma. Það er bara að loka, ég ætla bara aðeins að skoða. Svo löpuðum við út og Viltu hafa mækinn nær þér, kona? Sorry, það var eitthvað hára á honum. Og já, við löpum út og svo er bara eitthvað nálægt Eiffel, basically. Og ég bara, Bensi, getum við tjekka hvort þessi laust á Bambini, sem er einn af mínum uppáhaldstöðum, sérstaklega á sumrin. Ég reyndar ekki fara á hann á veturnar, en hann er geðveikur. Ég hef ekki farið með ykkur á hann heldur. Nei. Hann er geðveikur og það var bara laust borð. Bara fullkomið. Þannig við röltum bara þangað. Já. Fórum á Bambini, bara ótrúlega góður ítalska matur og sko uppáhaldið mitt Bensa núna. Það er svo mikið að góðum ítölskum stöðum París, mjög skrítið, en það er bara, þeir elska ítalska mat og þeir eru mjög góður í því. Uppáhaldið okkar, við fengum okkur líka í fyrra þegar við fórum sítrónupasta með túnfisk. Já, herðu, ég sá að þið fengu ykkur þetta líka síðan. Já, líka á Gigi's, já. Áhugavert. Ótrúlega áhugavert, af því ég er bara svona, sítrónupasta, það er aldrei á veitingastöðum. Nei, einmitt. Túnfiskur, ég var búin að gleyma við fengum okkur þetta seinast. Einmitt. Og svo voru þannig að ég var bara, Bensi, fengum okkur ekki þetta? Tjekka ég kameru og ég bara, jú, þetta var geðveikt. Þannig pöntuðum aftur og það var sturla. Já. Mér langar að prófa að gera þetta heima. Já. Þetta er bara sítrónupasta með bara svona hráum túna tartar yfir. Geðveikt gott. Þið fáið túnfiskinn á tebósseðlinum True. Nei, sko, á tapas. Elska túnfisk. Já. Elska túnfisk. Elska. En ok, vá, nammi, já, þú verður að pröfa að gera þetta heima. Ég verð að prófa. Já. En já, og svo bara, þú veist, áttu við bara næs kvöld þann dag. Við reyndum að fara á eitt bar sem við fórum á, sem var mjög fínu hóteli
Nei, þú varst ekki með þá, það var fyrra. Og það var smá humbling. Ég var bara, já, for two. Og gæjum bara horfði á Bensa bara, I need long pants and closed shoes. Af því að við vorum bara í day fit, skilur, ég var bara, fuck. En þá fórum við bara heim. Já. Við vorum bara early night og svona. Svo bara birthday, nei, auðvitað. Daginn eftir vorum við að vakna ógeðslega snemma hvort þeir og fara til Champagne. Og vöknuðum alveg klukkan 7 eða eitthvað, við vorum með lest klukkan 10. Þannig að þú veist, ég þurfti að vakna bara snemma GMT og eitthvað og þú veist, var með eitthvað nokkra bull kjóla með mér. En þú varst mjög góðum. Já, hann var bara cute. Já. Ég hafði aldrei mátað hann, sko. Þetta bara eitthvað kjóla sem ég keypti fyrir löngu. En var þetta sem var í geimstunni? Já. Þetta ekki Mango? Nei, þetta Sara, held ég. Sara, ok, ég var alveg eins og Mango. Það? Já. Ég sko tóka með einhvern tímann. Það gamlan, sko. 2003 eða 2004 þegar ég og Bensi millilendum einhvern veginn í París. Já. Þá bara tók ég hann með til þess að ef við myndum fara eitthvað út cute og svo mistum við að borðinu okkar og giraffe þá að við ætlaði verið þessum kjól þar. Já. Svo var ég bara eitthvað sá hann í geimslunni, ég var að ná eitthvað geimslunni, ég bara, já veistu, tökum hann bara just in case. Já, En því ég hafði ándjóks, ég hef aldrei verið að fljóta pakka. Ég hafði líka svo lítinn tíma. Engan tíma. Þú vorum að taka upp tepúðið og bara allt einhvern veginn í einni. Það var svona svo ógeðslega frelsandi að hafa verið ekki að pæla of mikið í því. Jú. Er það ekki? Það var bara svona, já, svo bara, þú veist, tók ég live show kjólinn, 2003 live show kjólinn. Þegar ég sá hann, ég var bara, þetta er momentið sem þú getur notað hann aftur. Við erum bara pælið bara síðan bara live showið var, 2023 live show, 2004 live showið. 2024, já, ég var ólétt af Elisabeth, já, 2004. Varstu ólétt af Elisabeth þannig? Já, þetta. Vá. Time flies, I know. 2000, já, það er svona grætt kjóll, ég veit ekki hvort sá hann á Instagram, en þið Tebos besti smurur og glettur hann á live showinu. Já, hann er náttúrulega gorgeous. Ég var alltaf búin að segja Birti, ég verð að fá tækifæri til að fara í kjól aftur. Já, ég verð að fá hann eitthvað sem að lána hann. Já, hann er geggjaður. Nei, alvörni. Manni líður svo prinsessa í honum. Við náttúrulega eigum, þú veist, við eigum. Já, ég veit. Já. Ég vildi ekki taka hann. Nei, ég skil það. Já. Ég skil það. Að ég var bara svona, that's ours. Já. Skilur. Þannig ég ákvað bara að taka þennan. Að hann hefur verið líka fullkominn. Já. Af því að liturinn á honum er svo góður, sko. Þannig að já, hann er alltaf geðveikur, sko. Þetta er bara geðveikt snið, þetta er frá Miss Circle, bara shout out, sko. Shout out við bara... Við elskum að veisla þar, þetta er bara geggjubúð. Geggjubúð og bara sendir á 01, sko, bjargaði okkur fyrir live showið þetta ár. Við náttúrulega rættum það fyrir nokkrum árum þegar við vorum ekki með outfits, að þau kom ekki. 2 dögum fyrir. Já. 2 dögum fyrir. Já, og þessi búð sendi át 5 dögum frá New York. Sko, þetta var svo mikið redding. Ég náttúrulega ég var í bláa kjólnum, þú veist, Lioness, óléttu kjólnum. Já, minn var frá Miss Circle, ekki þinn. Já. Þinn var frá Revolve, ekki? Jú, frá Lioness, frá Revolve. Þeir náttúrulega sippa líka með rætt. Og það var það sem redda okkur. Bara Revolve er líka geitin, sko. Ángríns, geitin. Sippar á engum tíma og það er allt til hana. Allt. Og bara öllum verðflokkum. Ég veit að, I love it. Ég elskar Revolve. Elskar Revolve. Ég held ég viti allt sem er til þar núna. Já, ég er að nálgast það. Eftir öll live-showin og öll ammælinn og... Ég líka bara elska þekkja þessi nýju merki. Já, svo mikið af merkjum. Já. Það var, mér langt svo að sína ykkur svona the dresses I didn't choose for my birthday. Það var svo mikið af flottum kjólum hana sem ég var bara, ég með held ég 30 kjóla nei, ég fór svona wishlist, skilur, fyrir þetta ammæli mitt. Og vá, þú veist, það var bara svona erfitt að velja það. Já. En ég var svo mikið að vona að ég gæti máta eitthvað þessu pari, senda á öll þessi merki bara, do you have eitthvað? Já, eitthvað starf. Já. Eitthvað showroom eða eitthvað, bara nei, engin. En retrofit auglýsingar allstaðar í París. Retrofit, ok. Svo spes, af því að ég reyndi að searcha upp og það var eins og það fáist ekki neins staðar. Stundum er líka svo ógeðslega, já, ógeðslega flott. Stundum er líka svo ógeðslega erfitt að finna út úr svona. Ég veit það. Þetta er bara ekki info sem þú finnur gegnum þau skúkul, skilur. Þú þarft til að bara lappa inn á þetta. Já. Þú veist, bara Lafayette, bara þau uppdata ekki síðan á sínum, hvaða merki eru núna í gangi, eða sama og lendum í Selfridges, bara... Fundum fullt af merki sem við bara skrifum niður hjá okkur og... Já. Vissum ekki bara crazy, skilur, já. En einmitt. Það er bara svo gaman að fara inn í svona department stores, svona við Birta, það er svo heppilegt að við deilum þessu áhugamáli og við erum bara taking notes. Við erum bara að skrifa niður og bara, og svo þú veist. Þegar við erum að fara að halda eitthvað svona þá þurfum við þennan, þú veist, þetta merki. Og það er svo gaman að prófa eitthvað svona skemmtileg merki sem maður aldrei heyrt neitt skilur. Það erum að fara að dætti í þann gýrs eftir. Ég veit það, ég er alveg spennt. Ég held sem ég er búin að skoða allt núna og ég er alveg með nokkur ideas. Ok, geðveikt, we'll discuss that later. En geðveikt. En já, svo var náttúrulega bara 5. dagurinn í Champagne og með Dom Perignon.
Já. Þú veist, krútlegt, fyrir ykkur sem er ekki búin að sjá að kíkja á TikTok og Sunnivu og þú gerir smá svona storytime að því að this story goes deeper than... Já, og fannst þér ekki krútlega, ég fann þessi myndbönd? Jú, mér fannst það ógeðslega krútlegt að þegar ég man eftir í, þú veist, þegar Sunniva var einmitt í sínu BS-ritgerðaskrifum að þá voru þær hún og Heiða vinkonarnar með mynd af honum og svo fannst mér svo ógeðslega fallegt þegar þú fekkst þetta gjöf frá stjúpabæðinum bara fekkst flöskuna eða þið skilur upp bara það kvarlaði ekki að mér að fara að kaupa þetta í velun, skilur nei, þetta ekki, maður er ekki svona já, þarna líka bara, þú veist, fannst mér þetta hella dýrt, skilur, ég var bara svona nei, þú veist, þetta var bara svona, já, við vorum með mynd af Dom Perignon upp á vegg og vorum alltaf að læra á svona skrifstofu hjá mér. Það var mynd af Dom Perignon, bara eitthvað good luck, my babies, eitthvað you got this, eitthvað see you, bla bla, ég man ekki nákvæmlega hvað stóð. En þetta var bara sem stóð, það var svona mynd af honum, styttunni hans og svo mynd af eitthvað svona kampæna skála. Og ég fann þetta til að setja inn í, þetta er alveg sem á backstory, við vorum alla daga bara, Dom, do we got this, we got this. Bara með við vorum að skrifa þessa helvitis BS-ritgerð. Og svo, já, gaf stjúpabbi minn okkur báðum flösku. Mér finnst það svo sætt. Við hittumst áður við fórum á athöfnina, skáliðum. Og það var svo gaman, það var fyrst sem við smökkuðum þetta. Mér finnst það svo ógeðslega fallegt, það var fallegt moment, svo finnst mér svo fallegt sirkul einhvern veginn og þú hafi núna farið ángað og þetta er allt eitthvað svo pretty. Það hefur svo gaman að hafa Heiði með, ég sendi nýja bara hérna eru við. Bara auðvitað, en þú veist, skilur, þetta var samt bara, þetta var bara a dream come true, maður sá það, já. Bara ég mæli mig sjúklega mikið með að fara, þú veist, ef þið er að fara til París og nóg daga og hafið kannski oft farið, það getur þetta að fara bara ógeðslega auðvelt. Þetta er bara ein lest, jú, það sem við vorum, við tókum bara Uber í ykkur 5 mínútur úr hverjum okkar, á lestastöðuna og svo er þetta bara ein lest í svona klukkutíma korter ekki langt geðvikt og þar fórum við til Epernay sem er svona aðal sem að Moet og allir þessi stæðstu eru svo er líka annað hverfi sem er með þú veist Bruno Payard og alls svona meira dýrari svona nísmerkin ef ég hef meiri tíma hana þá hefði ég vilja fara að þanga líka en við vorum einhvern veginn ekki náðum ekki að plana að gista það í eina nótt. Já. Ég hefði alveg viljað vera lengur, sko. Ok. En, já. Live and you learn. Ég er alveg til að fara neitt aftur með ykkur. Akkurat. Ég ætla að náða ekki að bóka tour. Já, til að fara... til að sjá hvar hann var að búa til kampaðinni og þetta, skilur, það var allt uppbókað. En við fengum borð í Moet garðinum. Moet á Dom Perignon núna, þess vegna er hann partur á Moet. Já. Og já, þú veist, ég hefði viljað taka þetta tour en þetta var fullkomið bara að því voru bara í 8 tíma eða 9 tíma eða eitthvað en við fórum sérst til Hutzwille ég segi þetta mjög þýst ég veit ekki hvernig frakkinn segir þetta, Hutzwille nei, þetta kann ég ekki ég er ekki góð í frönsku ég þarf eiginlega að fara að bæta frönskunum mína með hvað erum oft í Frakklandi true en já, fórum til Hutzwille er sérst það sem kirkjan hans er ógeðslega fallegu bær ég hefði viljað haft meir tíma þar líka en ég held að sé ekki eitthvað mikið mér þar það var bara tíminn Uber frá Epernay þangað þannig við fórum bara fram og tilbaka og basically sami taxin skuttla okkur því það er svo lítið að gera hana bara svona pinkulítið bær en bara þetta var svona bucket listaði með á mér en svo var ég til að fara að neitt tíma og er bara svona skoða þetta almennilega bara tökum þetta alveg inn bara skoða allt en við náðum alveg að fara við fórum hana í Moet fengum okkur smá Moet on Ice sem er mjög gott og svo vorum við bara smakkað Dom Perignon og þú veist, bara having the time of your life og svo fórum við, eftir það fórum við á nokkur staði að smakka í öðrum svona alveg eins og Moet, skilur man ekki alveg hvað það heita eitthvað John Pierre eða eitthvað það er mjög svona vinsælt hana ég er rosalega léleg í frönskunni en já, þetta var líka smá rest við löpuðum bara eitthvað sem leist vel á og það var mjög mikið af flottum svona stöðum já, þú veist héruðum ég veit ekki ég veit hvort það er að segja þetta er ekki Chateau nei, svona í skil vínframleiðsla með eitthvað já, og þeir eru þarna með, þú veist, alls konar og eru með garðana sína og maður getur pantað mat en þarftu samt ekki sem ég að vera þarna þegar það er sunny shining ég myndi segja það, sko já, til þess að geta upplegað garðinn já, ég myndi ekki vilja fara þarna in winter time, sko nefnilega og líka bara geta farið á Vínegruna og eitthvað þannig löpum og geggja að sjá bara vimberinn þess að vanlega hefur maður séð svona í öðrum löndum bara svona græn vimber alltaf í svona Vínegrunum en þetta var svona rauð og bara svona, og það var bara
allt í vínegurum og ég var bara, þetta er draumur minn, ég elska vínegur. Já, ég veit að ég still loves a good vineyard, sko. Ég elska vineyard, ég bara reyni alltaf þegar ég útlundum að fara í vínsmökkun. Hvað er vínsmökkun? Já, I love it. Vínsmökkun. Einu sem tekin alltaf vínsmökkun saman. Á afmælinu. Á afmælinu í Grikklandi. Á Krít, já. Það var geðveik vínsmökkun. Það var geðveikt, Hún er já. alveg á toppnum hjá mér, sko. Að það ekki? Jú. Hún var æðisleg. Það var alveg bara svona fallega sem ég sé, sko. Já. Og það er á Krít. Já. Það er bara, já, þú veist, maður getur alltaf fundið góða vínsmökkun nema mjög eru til Gran Canaria eins og ég LXS-stelpuna. Já. En þau mjög molli. Svona Maður þarf alveg að research. Já, þetta var fucking matöld, sko. Það var disappointment. Einmitt. En, ok, svo náttúrulega kom bara, þú veist, afmælisdagurinn. Já. Við fórum reyndar svo heim og beint á Avenue. Já, frá Og það var randomly List. löpum bara inn. Já. Það? Já. Okay. Það var sko sömu stelpur og var að vinna. Þú veist, ég byrjaði að þekka staffið hana. Það er rosalegt. Já. En ég meina, það En er já. gott að það er haldist í vinnu þannig. Það er greinlega gaman að vinna þannig. Já. Nei, það er algjör að gælir hana. Er þetta ekki að fara að detta á mig þetta? Mér líður svo, já, svona smá skreitingin en það vera Já, já. aftur að fara sig Það er bara við. En já, og svo var bara afmælisdagurinn. Já. Afmælisdagurinn var bara geggjaður. Ég ákvað að láta Bensa vekja mig for a change. Ok. Já, hann gerði það ekki oft. Nei. En hann var alltaf í henni bara farinn. Nei, það Já, er hann. hann var bara, ég vaknaði að það var engin bensin í liðan, ég var bara, ok, we'll see Þú var bara, I like this, Já. já. Og hann vekti mig, hann var búin að segja bygglur Nei, og sætur. freyðivín og appisnusa. Sæti Klaka. frá Mimosa. Já, Já. og glös og eitthvað, hann að við fengum okkur bygglu og svo bara beint í mimósuna, Auðvitað. gömlu góðu. Já. Ég elska mimósur. Ég elska Mimosur. Já, mimósa vera smá svona, það er smá svona dæmt hana. Ég er alveg orðin svona meiri fan heldur en ég var, sko. Já, ég hef alltaf verið fan. Já, náttúrulega fyrsti tippastátturinn sem við drukkum í afmælis var mimosa fyrir þig, held ég. Já. Eða fyrsti eftir að þú varst ólétt, þannig. Já. Ég man ég gerði ekkert mimosa fyrir þig, held ég, í ykkur sumarþætti eða eitthvað. Já, örgulega bara þegar ég var komin aftur eftir Ég að held eiga í það, já. apríl. Já, ég var bara spennt að gefa þér Mæ, mimosa, eitthvað, það var já, uppáhaldsdrykkurinn. Ég mitt. En þá var það ekkert eitthvað uppáhaldsdrykkurinn minn, núna er ég bara svona, I gerð love mimosa. a good mimosa. Já. Líka sko þú veist, þegar þú þarft að ok, þú þarft aldrei að byrja daginn á drikkjum en þú ert að byrja daginn, þá er þetta svo Þú ert ekki smooth Já, þú ert ekki transitioning að drekka, þú ert bara svona, kemst í gott væp þetta er svona smá svona, já, bara bubbly Já. smá appisnusafi, þú veist, þetta er eitthvað svona þetta er svo easy transition heldur en að vera eitthvað svona, ég ætla að fá mér þetta freyðvínsglas Já, líka, bara, já, þú veist, líka þegar það er svona byrjað frekar snemma, ég er að segja það, þá veist mér bara þetta er svo nice Já. svona smooth sailing into Já, it og skála í eitthvað svona. já, Já, ég elska góða mimosas. En við áttum svo reservations á stað sem ég er búin að langa að fara í mörg ár. Já. Og Lulus heitir hann. Lulus, oh my god sko. Og hann er sko sturlaður á sumrin. Hann er bara beint fyrir utan Louvre-safnið. Þú sér Eiffel og þú ert með garðin, ég man ekki hvað garðurinn heitir, bara garðin fyrir fram að þig. Og að sitja þarna er geðveikt og maturinn, oh my god. Hann var worth the hype. ég trúi Bensi fekk sér vodkapasta og því ég eiginlega baða hann um það. Fokkað og gott. Og ég fekk mér svona burrata salat með feskjum. Holy fucking shit, hvað það var. feskjur are having a comeback Já. feskjur are in Nei, sko, feskjur og burrata, Bensi var bara, þetta hljómar ekkert vel, ég Nei, bara það er bara geðveikt. Við gerðum það upp í bústað. Já. Hildur hefur verið, hún er eiginlega kynntir okkur fyrir þessu, sko. Já, veistu búin að sjá þetta mikið á Já. TikTok, sko, bara feskjur are everywhere. Þetta er ógeðslega gott með burrata og þú veist, eitthvað svona næst salati og eitthvað. Love Ég good bara, peach. love a good peach. Þannig ég fekk mér bara svona létta því við vorum að fara í dinner um kvöldi líka. Smaka líka mjög mikið af þessu pasta þegar Bensa, oh god, það var vodkapasta. Þú veist, á veitingastað það er svo sjálfgeft. Já. Og þegar það er það er það svo gott, sko. Vá, bara sounds geðveikt. so good. Fengum okkur Hugo Spritz líka. Of course. Svo bara röltum við og ég var búin að panta með köku. Já, þess að finnst þú að gera það. I love that. Nei, veistu hvað? Það er svona bakari út allt. Já. Þú getur bara panta köku samt og þú getur gert volkin og þau bara kostum við þess að fyrir þig. Má pældu. Það er svo gaman við, þú veist, að vera í svona stórborg, skilur. Já, allra hægt. Það er náttúrulega hægt hérna heima líka að panta köku, geggjar köku, skilur. Já, já, 100% köku sem við veitum. Þú veist, smá spoileralert á kökuna, hún var ógeðslega vond. Nei, Jú, man. þú veist, það er alveg gæðamunurinn á þessu sem við erum með hérna heima, Ég skil. Ok, þess að það er alltaf smá fyrirvara með, sætum. Já, Eðlilega. auðvitað. Eðlilega. En við getum náttúrulega líka hoppað inn og, þú veist, Jú, redda keypt þess. tilbúnar, já, algjörlega. En þú veist, ef maður að panta sér eitthvað svona sér, ég skil. Já. En það eru líka alltaf fucking góðar. Það eru nefnilega fucking góðar. Já. Ég bara gleymi ekki þegar við vorum í Keiluhöllinni einhvern tímann á afmælinu okkar.
og við vorum með þessa köku og við gáfum öllum. Já, ég elska það. Já, það var svo gaman. Já, við vorum einmitt að tala um á leininga bara hvað oft bara eitthvað svona óvart bara lyftum að fara til spillis. Já, það gerist alveg þegar maður er en þarna var svo geðveikt. Það var líka einn flosskaka sem ég séð. Afmæliskakan okkar, 4 ára afmæliskakan okkar frá setjum. Og manstu hvað hann var góð? Hún var ógeðslega góð. Það var svo gaman að gefa öllum líka. Já, viltu sneið. You get a slice. Já, en já, ok, við fórum að sækja sér þessa köku sem ég var búin að panta og bakarið hét, veistu hvað hét? Hvað? Bestie's Bakery. Nei, Jú. hættu, Já. vá, hvað það er cute. Já, svo cute, það var alveg allt bleikt. Já. Já, bara það er eins og við hefum búið til þetta bakari. Oh my god. Og það gerði ókslega sæta köku, en smá mistök hjá okkur að við vorum að labba úti í 28 gráðum. Þannig að hún svona aðeins byrja að leka greið. En þú veist, þetta var bara for the vibes, sko, ég pantaði bara svona pingu litla. En ég hélt ég að panta sko miklu minni. Já, hún var nefnilega ekki lítil, sko. Hún var hávaksin, Já, hún en hún var hávaxin, lítil. já. En hún var bara svona lítil, sko. Já. En ég ætlaði að panta miklu minni bara í svona hamburgeraboxi, basically. Já, ég skil, bara svona... Já, það er til hjá þeim. En ég var að tala við það greinlega eitthvað misskildi mig. Já. Og ég fekk bara rísa kassa, bara eins og þessi kassi sem þessi kom í. Ég var bara, úps, ok. En það var mega cute. Þannig að við röltum það bara í Eiffelparkinn. Settumst þar niður. Og já, fengum okkur köku og fengum okkur kampaðinn. Mjög gott kampaðinn. Rose Nicolas Ok, kampaðinn, nice. geðveikt. Og já, vorum bara að njóta og svo þurftum við bara að fara heim. GMT og beint á Gigi's. Ég náttúrulega hef ekki farið á Gigi's, sko. Gigi's er besti staður sem ég fara á. Ég er náttúrulega svo spennt að fara á Gigi's. Já. Ég er svo spennt. Nei, sko, ég var búin að hugsa bara hvert að ég fara, þú veist, kvöldi. Ég ætlaði bara ein með bensa og, þú veist, mann langar ekki að fara á klúbb og... Nei, en samt alveg have a good time. Já. Þú veist, já. Og við fórum á hana stað í fyrra við stelpurnar og endum dansað upp á borðum. Og ég var bara svona, veistu, af hverju ekki bara prófa það? Og þú sjá hvernig stemmir hann er. Það var bara laust 1930. Minni mig, já, 1930. Og þú veist, maður þarf að panta borð klukkan 9-10 til að fá partíið. Já. En við bara overstayed our welcome. Við bara pöntum og I vorum love að borða that. geðveikt hægt. Já, I love it. Og svo bara fengu ekkert eðla mikinn mat. Allt og mikið mat. Já. Þessi ostur, skamtarnir voru stórir. nei, þessi ostur og stærri en kakan. Nei, sko, þessi ostur náttúrulega er draumurinn minn. Já, nei, alvörinni. Ég hef aldrei séð annan en eins ost. Ég mun heita hann ost í nóvember, sko. Já. Nei, þetta voru 3 mozzarella bundnir saman. Það var sko pulsa. Glæsilegt. Það stóð for 2 people. Já. Þetta var fyrir svona 6 manns. En Bensi, sko, ég komst að því að þetta er uppáhaldsréttur hans í heiminum. Tómatar og mozzarella. Bensi ég? Já, ég held það. En ég bara aldrei vita þetta um hann. Ég held að ég elskaði mozzarella og tómata meira en hann. Hann kláraði ostinn, sko. Ég bara, veistu, I Þetta would var have done the same. 500 grömm. Já, I would have done the Þú veist, same. við vorum líka með pítsu og pasta. Já, Það var crazy. það er En já, amazing. við sátum sérst, við fengum að velja að vera inni eða úti og þú veist, við erum Íslendingar og við viljum auðvitað vera úti. Partíð er náttúrulega inni. En svo bara fengum við sætið á barnum eftir að borða okkur á búið og svo bara komum okkur einhvern veginn upp og allt í henni var ég dregin upp að borðu, ég var að dansa upp að borðum Þú og veist, pældu, bara 30 afmælisdagar, þú veist, bara dansa upp á borðum. dansa upp að borðum En með þið eru random allir stelpum. draumar að rætast, allir. Þú veist, við vorum hana til alveg svona 2 um nóttina, þá kom ég bara svona, já, ég heldur þurfum bara að fara heim. Já. Þú veist, það var ekki búið partíð Nei, þarna, þú veist, þú bara, það er gaman, en Já. við þurfum kannski að fara heim. Já. Af því að þetta er ekkert eitthvað ódýrt að vera svona liggja hana, sko. Nei, þetta kostar sitt. Já. Kostar sitt. Þannig að ég myndi alveg, þú veist, passa með því. En eina sem hefði kannski, þú veist, bara svona toppa þannig dag, er að ef þú hefði getið að fara heim og pantaði Dominos. Fakt. Þú veist, bara smá svona, þið vitu öll að það er ekkert betra en að taka gott jam og taka svo Dominos, þú veist, heima. En við erum líka oft skiljur bara með matabóð heima og sunnum við eða hvað sem við erum og bara það er bara matur og da. Svo þegar líður á kvöldinu búin að spila, njóta. Ég panta svo surprise pizza fyrir Já, og svo allt í einu bara ding dong, bara hver er að koma? Ég er bara, hver ætti þessi komi? Já, það er bara Dominos mættir. Já, og það, þú veist, það klárast líka allt svona. Ég ætla að vona að ég panti of mikið og ég eigi svona Á morgun eða eitthvað. Já, svona smá ekstra þegar þið er farin eða eitthvað. Nei. Það er alltaf bara goners. Verða alltaf allir aftursvangir. Þú veist, maður fatti það ekki, en svo með leið og Dominos lyktin mætir. Svo gott. Það er svo gott. Veistu hvað er svona go-to pöntunum mín þegar það er svona... Partí. Já. Tekið yfirleitt, eina surprise. Classic.
svo tek ég yfirleitt eina pepperoni-víslu eða eina margarítu. Fyrir svona eftir hvort þessi meira gaurapartí já. Og svo eitt ostagott. Já. Það er En bara... brauðstangin venjulegu, klassísku líka svo góður í svona partí. Það eru mjög góður í svona partí. Líka sko, þegar ég sé þessi panta ostagott og bara eitt, þá fæ ég smá svona framistöðu kveða. Já, svona, ég verð að klára þetta á einhvern. Þegar ég panta með Dóminus heim, sem að, þú veist, gerist bara mjög oft, þá þarf ég segi, Gunni, viltu ostagott? Hún segi, já. Þá þarf ég panta 2. Okay. Ég get ekki deilt þessu. Nei. Ég á alveg svona erfiðleika með þetta er mitt. Já. Ég gefi stelpunum bita hjá meira því að... Gefur þeim endana? Já, það eru dætur mínar, þá gefið þeim sitt hver endana. Já. En sérst fremstu miðbitanir, það er engin. Ég tala ekki við mig, sko. Það er engin sem á að fá það. Gleymi ekki eins og þegar ég og Bensi pöntuðum okkur eftir eitthvað svona skrall. Pöntuðum okkur ostagott og eina, þú veist, litlaða miðstæðar pizza eða eitthvað með. Jú, alveg miðstæðar. Og alveg stór pizza. Og þú veist, Bensi er ekki það mikið fyrir ostagott. Hann er meira fyrir pepperoni-veislu eða eitthvað hannig. Og ég eitthvað, Bensi, þegar þú fór út með hundana, ég ætla bara að koma okkur fyrir. Ég fór upp fyrir rúm með ostagottið. Og ég kláraði það viljandi. Já? Ég stoppaði ekki. Nei. Ég var bara, svo kemur hann fyrir rúm og ég eitthvað, sorry Bensi, ég kláraði það bara. I'm not even ashamed Nei. of it. Nei. Og ég bara, þú mátt eiga alla pítsuna, ég ekki bara snerta hana. Já. En ég bara, þetta var besta ostagott sem ég fekk á ævinni minni. Hvað færðu brauðstakasósu með ostagotti? Já, þetta. Ekki þú? Nei. Ha? Guð, ég elska sósu, sko. Spurðu mig hvað sósu ég fæður. Gráðasta? Já. Ég panta með alltaf gráðasta og svona sætt. Já, gráðasta sósa með ostagotti. Ég reyndar ekki heldur Hear me smakka the það. fuck out, sko. Ég kaupa alltaf með margarítunum minni, sko. Ok, ég hef ekki Bensi pröfað kaupir alltaf það. koktelsósu og ég fæ mér alltaf gráðasta. Ég er koktelsósa pítsu. Nei, það er miklu betur með gráðastósu. Já, ég hef reyndar ótrúlega þú skulle segja þetta, ég panta alltaf líka margarítur fyrir stelpunar. We've Elska had margarítu. this conversation. Já. En þú veist, ostagotti mitt, þá fæ mér alltaf gráðastósu með. Gunnar finnst það alltaf viðbjörnslegt. Hann er bara, getur tekið brauðstangasósu fyrir þennan eina bita sem ég fæ? Nei, þetta er bara, ég geta alveg, en nei. Ég væri til í að gráðastósan kæmi í svona stóri eins og brauðstangasósan. Ángríns, og en ég er sammála að bensa með koktelsósu á pítsu. Nei, en prófaði. Það er ándjóks betra. Ég trúir, ég ætla að pröfa það, en ég hef ekki prófað það ótrúlegt en satt. Já, það er þótt ég fá crazy. alltaf gróðastósuna með. Það er, sko, ég er nefnilega var alltaf tím koktsósa með pítsu, svo, þú veist, ég elska gráðastósu. En sko, mér finnst koktelsósa á pítsu ekki passa á hvaða pítsu Nei, sem það er. verður að vera frekar einföld pítsa. Eiginlega, og það má ekki vera ofinfullt, það má ekki vera margaríta. Jú, málar margaríta. Mér finnst það ekki. Mér finnst það sérstaklega það pepperoni pizza, þá má vera koktelsósa. Mér finnst alveg margaríta og pepperoni. Ok. En ekkert eitthvað surprise eða eitthvað. Nei. Það má er ekki vera svona mikið. Nei. Já. It's a preference. Okay, we got opinions. We got opinions. Sorry, ég ykkur frá mér, en já, þið kláruðu Jesus klukkan 2. Já, við reyndar pöntuðum okkur eitthvað Uber Eats og við sáum aldrei að því við sofnuðum bara. Já, einmitt. Og það var ekki Dominus. Já, bara, nei, ég var ekki Dominus. Nei, það er sorglegt. Ég hef aldrei sofnað fyrir það. Nei. En það var svo fyndið, þegar Benji lendi í þessu, og þú veist, ég vissi ekki að hann var að panta eitthvað. Nei. Ég vaknaði bara daginn eftir og hann var bara, what the hell, bara með 5 must call og Já. ég byrst þær alltaf að lendi í þessu. Bara alltaf, við erum staðin í útlandi og þú er alltaf bara, við erum svo svangar og svo bara sopnuði. Já. Náum aldrei að bíða í 10 miss calls, bara Já. Miss, where are you? I have your food. Sir. Sir. Ok, hvað er það sem ég sett á Og Instagram? ég grenjaði og hlátri. Hvað grenjar er mest yfir? Sir. En það? Já, og ég var líka að segja Bensi, hann bara, hvað er í gangi? Ég eitthvað, þú veist, að því ég var bara að grænja yfir þessu. Já. Hann veist að það er alveg manneska í símanum. Hann Já, hann vissi það bara ekki. Nei, hann var bara, hvað er að tala um? Einmitt. Það er alveg að tala um þetta. Ég eitthvað, já, ég er alveg að tala um Já, þetta. já, hann held að þetta var að bulla. Já, ég held bara, ég var Já, eitthvað með eitthvað nei. skets eða eitthvað. Sko, ég er að tala um kveðina sem ég sett á Instagram hjá tilbúðinu fyrir fyrir Sunnivu. En það sem ég grenjaði mest yfir, ég er bara sem að segja þetta ekki, en ég er bara sem að fara ekki í grenja, menn fannst það svo fyndi, ég var sko grenjandi, er þegar við erum að gera eat skur, við erum að græja okkur. Já, og ég bara eitthvað, Og þú erum fyrir aftur að allt í henni eitthvað. ég var að teka sinni bestu, ég bara, hvað er ég að gera Þú veist, hvað varst að Ég gera veit þetta? ekki. Og ég var bara að skoða bara einhver vídeo og okkur fann þetta og ég eitthvað, maður er ekki í þessu til þess að vera sætur, það er nokkuð ljóst eitthvað, þú ert nýbúin að klippa mig og þetta er alveg gett langt vídeo, sko. Já. Svo alveg þögn og þú Ég er byrjar eitthvað eitthvað. ít skörta þannig í vagan, ég veit ekki hvað þetta var sko. Mér fannst svo fyndi. Ég alveg var Nei, mér finnst bara grenjandi. Suri svo ókíslega fyndi að því ég er svo ógeðsleg með bonnettið mitt og ómáluð og þú veist. En ég var líka alveg, þú veist, með klippur eitthvað
is this Noah the Ark? Já, Þú veist, ég var alveg með fullt af klippum úr Sko, við þurfum að klippa þetta myndband til, sko. Þetta var náttúrulega Þetta var svo ekki ógeðslega fyndið. And the snacks on the plane. Já, ég var að klippa þessu. Við höfum líka eftir að klippa það saman. Free snacks. Já. Þú veist, fólk veit ekki eins og hvað það var. Nei, ég veit það. Ég var að free snack, Já, eða þú veist. mér finnst það ógeðslega fyndið. Þetta var ógeðslega fyndið. Og gaman að setja svona, já, svona finna kveðju. Svo gaman að ég finna vinkon, eða ekki? Jú, það er ógeðslega Jók. gaman. Nei, það er ógeðslega gaman. Ég, þú veist, ég er náttúrulega bara hlæjandi því ég fyrir svona ferð með þér, sko. Ángríns, það er svo gaman hjá Ég okkur. kem alltaf heim með sexpack því Nei, mér hlægir svo mikið. alvörunni. Það er svo gaman hjá okkur, þurfum ekki að vera rektina. Nei, við þurfum ekki. Við löpum bara. Ég sakna þess að vera svona hláðskastu okkar. Já. Það er langt síðan. Þau, já, it's been a while. Já. Talandi kveðjur. Þá held ég svo komið tíma að opna þennan pakka. Í alvörunni? Já, Early on. early on. Okay. 50 minutes in. Er þetta kveðja? Þetta er kveðjan, nefnilega. Ég glemdi að koma með pakka sem ég ætla að gefa þér. Nei, ég ætla ekki með að pakka. Sem er partur af ammálskjöðinni. Ha? Já, ég var að fá hann núna nýlega. Nú? Já, Ok. það var loksins að koma. Ég ætla að taka með þennan þá. Djöla þúnt. Þetta er ógeðslega þungt. Ég held ég þurfa alveg að halda á Hvað mækninum. fokkar mér þetta? En hérna, ég sérst held á mæknmannu sinni núna því hún er að lyfta þessum pakka upp. Hann er ógeðslega þungur. Hún var að segja, what the hell? Er þetta Lego eða eitthvað? Þetta er ótrúlega þungt Lego. Þetta er lóða-Lego. Lúða-Lego. Hvað fokkar mér þetta, Birna? Þú er bara að opna það. Ég þarf að hrista. Já, þú... Má ég hrista þetta? Já. Er þetta frá þér? Eða tilbúðinu? Nei, Hverjum er þetta frá? þetta er kveðja frá okkur. Hæ? Er ykkur inn í þessu? MJ. Það er kveðja frá einhverjum. Ok. I'm gonna check. Þetta er einhver ammælispakki, handa Sunnivu. Ok, spennt. Hver er að senda mig kveðju hérna? Ég sendir ammælispakka, ég segi það bara. Þetta er nú við. Orðabók. Þetta er nú við. Þetta er orðabók. Hvað heldur þetta var orðabók? Já, þetta er þessu orðabók. Já, þetta er stendur. Já, Salling. Salling. Íslensk orðabók. Oh my god, náttúrulega, við verum að byrja í glænýju samstarfi. Já. Við Salling. Og hvað spennt að vita hvað er ofan í þessu? Sko, Salling sem sagt er danskt vörumerki, þannig að mér finnst þetta ógeðslega skemmtilegt hvernig þið settu þetta upp. Þið settu þessu íslenska orðabók, en þú veist, en svarið er bara Salling, skilur, þetta er bara Já. Salling orðabókin, af því að það er allt til hjá Salling. Rétt. Og hérna, þetta er svona, og að því að vörurnar eru merktar náttúrulega á dönsku. Þannig þetta er svona, við þurfum, við þurfum ekki svona kunna dönsku, við þurfum bara að kunna Salling. Þá vitum við þetta True, gott, skilur. true. En auðvitað lærðu við öll dönsku og maður sé núna skiltum öllu höfuðbróðsöðinu bara, okkur lærðu við dönsku? Fyrir Salling. Skemmtilegt. Við erum með Salling sulti hérna, Elska. með keksinu og ostabokkanum okkar, sko. Ég er búin að kaupa helling Salling. Já, en þau vildu senda þér smá svona, smá pakka. Let me check. En Salling er sem sagt vörumerki sem að er hérna með allskins. nam. Hvað er sem með? Má ég sjá. Hérna er Salling málfræði lykill. Hagkvæmt Salling, lífrænt Salling, engin aukaefni Salling, hreint Salling, einfalt Salling, fyrstaval Salling, fjölbreytt Salling, þægilegt Salling, snild Salling, veisla Salling, morgumat Salling, skólanesti Salling, kaffibóð Salling, útilega Salling, brönns Salling, holt Salling, gott Salling, danst Salling. Já, ég sé að þú þarft ekki að kunna dönsku. Nei. Þetta er bara, þú veist, þú þarft bara að vita að vörumerki Salling er gæði, lífrænt, hreint, gott og þetta fæst í Hagkaup og Bónus og þetta er bara vörulína. Þið vita bara þegar að velja Salling-merki að vera að velja danskar og góða vörur. Það er hvort er Rómeó hérna? Ó, í alvörinni? Hvað fekk hann? Snackies. Æi! Einmitt, ég hef alveg verið að kaupa Salling kæfu fyrir Rómeó og svona. Þetta er svona Salling snacks fyrir Rómeó. Og þú veist, ég var reyndar ekki séð þetta Salling. Hérna, sem ég er með hér. Við erum með sour cream and onion snack. Nei, sko, ég Það- fekk nefnilega líka pakka, sko. Er þinn ekki eins? Nei, ég fekk ekki svona snakk. Ha. En ég fekk Salling súrnami. Ég fekk þetta. Ég elskar súrnami. Salling indislingsmix. Þetta er mjög þúlegt. Þetta er mjög lög, já. Mjög. Salling granola triple chocolate. Þetta er Ég gyrðilegt. fekk líka eitthvað granola, en ekki þetta. Það kemur Chaco. Svo erum við fullt af sultum hérna, Yes. ólífólíu, Já, pesto, elskar pesto. súkkulaði, brownie mix. Já, brownie mix. Og keks til ost.
Og keks til ost. Ó, næs, þetta er svona blanda og Já. keksum, ég elska þannig. Herra, þetta er geggjaður pakki. Þetta er geggjaður pakki og hérna við sem sagt tilbúið núna komið í samstarf við Salling og erum við ætlum að segja ykkur frá því sem við erum að pröfa okkur áfram í og náttúrulega læra áfram dönskuna með Salling. Þannig já, bara velkomin Salling til liðs við tilbúðsfjölskylduna. Já, og takk fyrir mig, Salling. Ég er Og takk fyrir mig. ótrúlega Salling yfir þessu. Ertu ekki ótrúlega Salling? Jú, Já. ég er svo Salling. Geðvikt. En hérna, já, þannig að svo bara endaði ferðin, ef við klárum aftur til París, ég vildi bara hendi litin kveðju frá Salling. Já, takk fyrir mig, Salling. Já, ferðin endaði ekki alveg strax. Við áttum alveg heilan dag á laugardaginn. Gerðu það á laugardaginn? Jú, við fórum thrift shopping. Eða þú veist, vintage shopping. Ok, þið fóruð að shoppa. Hvað er með hendi? Þetta er bara eitthvað, þetta er enda sem við getum bara eitthvað markað á sunnudeginum. En þetta er ógeðslega flott. Þetta kostaði 20 €. Þetta er ógeðslega flott. Þetta er Ég sá stórt þetta á en mig. ég var bara eitthvað, er hún búin að kaupa svo fucking úr ekki segja mér frá því? Já, ég var bara að finna þetta í veskinu mínu, ég bara keypti þetta og hendi í veskinu mínu, en það er alltaf stórt, en það var ógeðslega mikið að flottu mér. Ég er að leita mér einhver cute úri. Vintage úri, já. Já, en þú veist, já, þetta var bara á svona markaði, Einmitt. ekki í vintage búðunum. Ok, ég lofi, þetta er ógeðslega cute. Já, það ekki bara. Mér finnst það ógeðslega fallegt. Ég þarf bara að láta stytta það eins Já. og þá var ég fresh. Mhm. En það er svo gaman, mér langar bara í eitthvað svona random, ég var að skoða ógeðslega mörg úr. Ég reyndi að sé smá eftir að hafa ekki keypt mér eitt sem var aðeins stærra, þetta er smá lítið. Ok, mér finnst þetta ógeðslega fallegt á þinni hendi. Ok, takk. Ég var bara að sitja á þeim fyrst gett núna. Fallegt. En já, við fórum bara eitthvað að shoppa og keypt mér Cavalli buxur. Já, þú gerði Það var rosa mikið að núti. Yogar. Ógeðslega mikið að því, ég var bara svona allt ég var bara hvað er þessi, og svo erfitt að finna það sem passar á því að þetta er gallabuxur frá the 2000, sko. Fyrstu sem ég mátaði voru bara, ég var bara, Og ég er að segja það, þessi Segðu. ferð. Svo ég er bara að klaka hana. þetta er bara klak, Já. skinny legend. Skinny legend. Ég held svo ógeðslega mikið legend eitthvað. Ha? Svo mikið legend. Svo mikið legend eitthvað. Nei, það kom hérna upp í mig með þessum sangareríu. En þetta, ég bara segja þetta er bara match made in heaven. Öll Já. þessi ferð, þú veist, allt bara þetta. Bara finna Cavalli buxur og bara svona máta. Bara já, og bara passa bara ógeðslega vel. Bara crazy. Amazing. Já. Keypti það. Keypti tösku. Já, ég keypti mér hann ekki. Þú fækst hann í gjöf. Ég fekk hann í afmælisgjöf. Já. Keypti Þú veist, mjög fallega gjöf líka voru bensa. Já, þessi eyrnalokka hérna. Ótrúlega fallega eyrnalokka. Já, Bensi er svo góður að gefa mig skart, sko, ég elska það. Hann er ótrúlega flinkur í því. Já, Mjög flinkur í því. hann er það, sko. Ég var líka bara, hvað er þetta? Þú veist, ég hef aldrei pælt í að vilja svona, skilu. Nei, en svo auðvitað vill maður svona. Já, þetta er geðvegt. Einmitt. Geðvegt. Og ég er með svo mörg göt, þannig að þetta er perfect í svona, maður sitni götu mín, svona pingu litli demanseyrnalakar. Fallega tísku. Þeir eru með þess að ekki tala litlis. Þeir eru alls ekki litlir. Nei, ég myndi þetta ekki þannig. Nei, En þeir eru svona, þú veist, studs. þeir eru ógeðslega flottir. Já, I love them. Og parast bara vel við allt annað sem átt. Já. Perfect. Perfect. En já, ég keypt mér ekkert að meira, en ég fekk ammálskjöf, jú, vissulega, frá fóreldrum mínum líka, sem fekk úti, og já. Og já, þú kiftir hana úti fyrir þau. Já. Það skilur, já. Fullkomið. Já. Það er líka svo gaman. Já. Ógeðslega gaman. Ógeðslega gaman. Það er geðveikt. Nú draumur en að geta, þú veist, valið þín eigin ammálskjöf, það er ekki það? Líka bara svona frá þessu merki og bara, ég veit ekki. Já. Bara fullkomið. So cute. Já. Þannig að þið voru bara að shoppa á laugarnum. Ég var bara röldum og shop, þú veist, bara fór ég þetta hverfið með öllum sem vintis búðum og það var bara, ég var búin að finna eina búð, fór að henni og það var bara önnur, bara allstaðarinn í kring. Geðveikt. Og ég var búin að gera smá research á fullt af búðum og bara ég fann ekki aðra, þá bara röldu við í hana og það var önnur kringum hana. Ég var bara svona, wow, svo einu ógeðslega flotta bleika Chanel-tösku á 500 €. Vá. Já, það var svona En löngur hvar? og sína mynda. Ég var bara eitthvað, ég veit það ekki. Nei. Ég veit það ekki, náttúrulega keypti mér Chanel í Malasíu, skilu, ég var svona, þú veist, þarf ekki að, en hún var bleik, sko. Já. Og Bensi var ekki með mér, ég þarf alltaf að fá svona smá moral support. Já, smá pepp. Já. En hún var geðveik. Oh my Þú veist, god. í þessu hverfi Chanel. Og hún var alveg svona stór, sko. Oh my god, það er rosalegt. Já, við erum alveg að sína myndaðan, ég tók myndaðan. Já, ég er spennt að sjá. En já, þessi mæli með sjúklega mikið með að fara í þetta hverfi. Ég er búin að senda svona 10 gælum screenshot hvað þetta var, af því það er allir að spyrja mig. Já, ég trúi því. Þú veist, ég vissi ekki á þessari götu. Nei, Og þetta er í smá þessu- hidden. Þetta er í þessu hverfi. Einmitt. La Marías, kann ég segja það.
R-A-E eitthvað A, ég skal senda ykkur þetta ef þið viljið. Ég ógeðslega léleg í frönsku. Nei, já, þú við bara, ég Messi. setja bara Instagram með eitthvað, whatever. Bara þið senda á sinni við eitthvað langar að vita hvar þetta hverfi er. Og svo bara sunnudagur að fara þetta heim. Já, við röltum eitthvað aðeins bara í búðir og okkar. Já, Bensi deilum því áhugamáli, við elskum búðir. Það er Þó við séum náttúrulega, ekki það er svona við hefnumst í heimi. Þó við séum ekki að kaupa eitthvað, við elskum Nei, bara að fara að skoða. Já. Við förum bara inn í, þú veist, bara Gucci og eitthvað, við erum bara, þetta væri fyndið, þetta er svolítið flott. Já, eitt. Hann er vel upp alveg að, þú veist, kunna meta eitthvað svona, Hann er sko. með þetta guðmur Mér góður. finnst það svo gaman. Bara Þóra, you did a great job. Já, she did, sko. Já. Mér bara að geta farið með manniðinu í ykkur búður og hann er bara, þetta er ekki cute. Já, menn Gunni er bara, þetta er mín heitasta martröð. Já. Í alveg, hann er bara eins og ég sé að, þú veist, draga sveltin hundi eitthvað. Já, þetta er mjög skemmtilegt að eiga maka í þessu, sko. Eða, þú veist. Ég er svo lucky. Já, það er ekki mjög algengt, sko. Alls ekki. Nei. En hann er bara, hún finnst gaman. Hann er alveg stundið sem hann sest niður eins og department store og svo. Já, eðlilega. En hann hefur gaman að skoða eitthvað svona random, eins og markaði og Já, einmitt. fínabúðir og eitthvað svona. Geðveikt. Bara svona window shopping. Já, nákvæmlega. Já. Hann ætlaði að kaupa sér eitthvað flautu á markaðin sem við getið þetta. Ég var bara, Bensi, bara. Já, flautu. Já, flautu, bara sem einhver Til þess að flauta bara. Já, já, það er bara ekki flauta. Ég bara, nei, þú veist, svona 300.000 manns kannski bara flauta. Nú, já. Ég bara. Já, ég veit minna það. Já. Já. En þannig að ferðin gekk ógeðslega vel. Þetta var allt draumur. Allt draumur, já. Já, það var eiginlega bara perfekt ferð. Það var bara svo gaman að fara bara við tvö og njóta, sko. Bara ógeðslega gaman, bara draumur að rætast. Ég var samt alveg að checka á location minni 24/7, hvort að þið varu komnar. Ég mjög svo krútlit, ég held að vera eitthvað að grínast með það. Ég var alveg low-key að grínast. Já, ok, gott. En það hefði verið gaman. Það hefur verið mjög skemmt. Þetta hefði það verið ógeðslega gaman, en þú náttúrulega planar þetta með sko 0,0 fyrirvara. En það hefur verið mjög gaman, já. Ég er alveg sammála því. Það hefur verið draumur, já. Það er bara, veistu, við erum alltaf fertugar. Vistu? Já, þá fyrir við út saman. Nei, við erum takið eitthvað svona góða þrítugsferða næsta ári, þegar allar er náttúrulega þrítugar. Það var alltaf planið okkar. Það er alltaf planið okkar, já. En sko, ætlum að fara inn í smá segment, af því að þú ert núna að fara inn í a new era, a new lifetime era of fun and happiness. Og þú náttúrulega verður að óska þér eitthvað. Skilur? Ok. Þú ert ammali. En þú getur ekki sagt okkur hvað þú óskaðir. Af því að þá getur þú jinxaði. Þannig, ég er með frá öðrum hvað þeir óska. Nei. Jú. Hættu. Hvað þeir óskaði sér fyrir þig. Er það að djóka? Er þið tilbúin í það? Já. Þannig að vinkonirnar og vandamenn eru búin að senda mér. Þannig að nú ætlum við að heyra hvað við, og ég er alltaf bara með 2 kerti, sko. Þannig að við kveikjum bara á þeim í lokin og þá blæstu. Ok. Og þá verða allar þessar óskir að rætast. Ok, cute. Þannig að núna ætlum við að heyra sumir sendu voice, sumir sendu vídeo. Vídeo. Besta Sunniva mín. Stórt ár hjá okkur og það sem að ég vona fyrir þig á þessu ári og bara þessu nýja era sem að þú ert að fara inn í er að þú haldir að sjálfsögðu áfram að blómstra. Þú skínur bara ennþá skærar en þú gerir. Ég er ekkert viss að sé hægt, en ef það er hægt þá veit ég að þú mynd gera það. Ég vona bara að halda áfram að ná öllum þínum markmiðum og ég óska þess helst að allir þínir draumar haldi áfram að rætast. Love you, baby girl. Love you, Joey. Nú fyrir ég að grenja. Góð orð. Ég var reyna bara ekki að grenja. Svo erum við með frá Hófi. Hæ, elsku besta Sunniva, afmælis queen. Mér langaði að fá að óska þér á þessu 30 afmælis ári ennþá fleiri geðveikar og sturlaðar útlandaferðir. She knows I love them. Og að þú njótir bara alla daga eins og þú gerir með strákunum þínum 3. Og svo last but not least langar mig að óska þess að þú finnir the dream vintage find. Ég finn á mér þetta 30 afmælis ár verður bara sturla gott. Besta. Love you. Love you, Hófi. Það eru 2 sæt Ok, hún er skilaboð. óskað sig fá Birkin. Já, hún sagði Svo erum við með frá Heiðu sem að ég fæ að lesa
frá Heiðrut, hún segir ég óska þess að þú náir öllum þínum markmiðum og dreym... ég er að grænja. Ok, ég ætla... Get together, ok? Þetta var Heiðu. Ég óska þess að þú náir öllum þínum markmiðum og dreymir stórt því ég hef svo mikla trú að þú munir gera stóra hluti og ég hlakka til að sjá hvað það verður, hvað það næsta verður. Æ, besta mín. Svo erum við með frá Magnu. Mín óska þín, Sunneva, á 30-afmælinu að þú eltir draumana þína, heldur áfram að vera nákvæmlega svo ert og þú náir að njóta hvert einasta augnablik. Love you. Æ. Þetta var frá Magnu. Besta Magna sem við mín. þekkjum öll. Svo erum við frá Hildi. Það sem ég óska fyrir þig á 30-árinu að vera hotter than ever, healthy puppies, great travels, fleiri gæluferðir, She your knows own me. brand, I see it. Oh. Þú veist, þegar bóðið að fara your own TV-show, ég er búin að hugsa þetta lengi, your own TV-show. Okay, love. Og bara allt það besta. Og bara fleiri stund saman. Love you, Hildur. Ég skal ekki bara rýtskoða neitt, en I love this, Hildur, takk. Svo erum við frá Kristi Péturs. Mín ósk þín, Sunneva Eir Einarsdóttir, á 30-afmælinu að þú haldir áfram að blómstra á þeim sviðum sem þú hefur valið sem hundamamma, sem podcastari, áhrifavaldur, sem fallegasta kona landsins. Eiginlega ekki hægt að toppa það mikið, en Hættu. þú veist, risastór koss á rassinn frá Æ. almættinu til þín. Love you, baby. Love you more, Kristín. Og svo erum við frá Sabrinu. Æ, Sabrina mín. Vona 30-árin veiti. Ég get ekki lesið. Þið verða að senda mér til voice, guys. Vona 30-árin veiti svo miklu meira hamingju og ást en þú getur ímyndað þér. Love frá Englandi. Æ, my Sabrina. Já, hérna... Ég er annars skrænandi. Ég held að þetta voru allar sem náðu að senda Þetta er alltaf á sætt. þessu tíma. Nei, ein frá Kristi Valgarð hérna. Ég ætla ekki að gleyma neinum. Það sem ég óska þér á þessu afmæli að öll umhyggjan, kærleikurinn og hlýjan sem þú gefur öllum öðrum í kringu þig komi tífall tilbaka til þín á þessu ári. Til hamingju með afmælið. Æ, takk, besta mín. Jó. Ah, Þannig að hérna, þetta voru, ég veit að vantar heilmikið af fólki að þinn og það voru miklu verið sem ætluðu að ná að senda og hérna, en svona er þetta bara. Þú veist, já, við ég erum... held ég get ekki ráðið við mér, sko. Nei, en þú veist að allir hinn sem náðu ekki að senda elska þig Já. jafn mikið og meira, of þú veist, course. það er bara þannig, en þannig að, nú ætlum við náttúrulega að kveikja þessum kertum, svo Já. þú getur óskar að allt sem að your besties voru að segja rætist, Oh my god. svo er það frá mér. Ok. Ég er svo mikil vælikjói. Ég er svo mikil vælikjói, ég er sko eins og Kristjánur, ég væli við öllu. Ég líka. Ok, má ekki verða. Ég ætla að óska, ég er að reyna að gera þetta ekki Jolly. En ég samt, fyrsta sem ég hugsaði, hvað myndi ég óska hérna mér fyrir sunnu, það var að þetta ár verði your hottest year. Ok. Ok? Og bara 30 ári, we're going into it with the hottest mindset, heitasta líkamann, heitasta bara sem við ever, nú toppum við okkur, sko. Að því að it's only going up for here. True. Literally. We're so young. Bara, en ég óska þess náttúrulega bara helst að allir þína draumar rætist og að þú haldur áfram að vera bara jafn indil þú ert og þú fáir það allt tilbaka að þú átt að skilja. Ég vona að þetta ár verði ótrúlega mikið bara svona definition of hamingju, gleði, sól, bleiku og öllu litríku. Það er svona þú og þetta ár á bara að verða það. Og ég vona bara að allir draumar rætast og að þú fáir stærstu tækifæri sem þú ever fengið á þessu ári. Æ, Það er mín óskir þín. stop making me cry. Og nú verður að blása til að láta alla þessu óskir rætast. Ok. 1, 2 og... Woo! Takk fyrir þessi fallegu orð í alvörunni. Ég bara, I can't handle this shit, sko. I'm too old for it. Ég bara grenja endalist yfir öllu. Ég veit, bara same. Ég get ekki svona, sko. Ég veit ekki alveg hvort að gera Alltaf mig að veislustjóra á föstudaginn. Ég mun alveg Það grenja er bara veisla. Já. Það er enginn að fara að vera með einhverja
ræður sem er dramatísk? Nei, ég bara grenja því ég hugsa svona stóra áfanga, skilur. Mér Þetta er þetta ekki bara áfangi. æðislegt, þetta áfangi. Bara eins og vera Ég út. náðu að liða þetta af, skilur. True. I made it to 30, Ég meiri til 30, já. Það er crazy. Og ég setti inn spurningaboks fyrir Tebos, besties og við fengum, þú fækst fullt náttúrulega á kveðjum, Já, takk fyrir alla kveðjurnar. Já, Kann svo mikið að meta. fullt ógeðslega skemmtilegum spurningum sem eru samt kannski spurningar sem við bara farið yfir áður. Já, Þannig ég ætla bara uppbóls ammælisminningar og fleira þannig ég ákvað að taka þennan lið fram yfir og ég ætla að láta spurningarnar frekar bara já, hvílast ok. á þessu ári en það var líka náttúrulega mikið spurt Parísarferðina og við fórum Mjög djúpt í ótrúlega það. vel yfir Já. hana þannig að við erum ekki þannig séð að sleppa neittni stóri spurningu að ég held ef svo þá bara afsækja og sendi bara sinu hún mun bara svara ykkur en mér langar frekar að eyða næstu mínútum í að þú opnir stóra pakkan Aha, málið. Já, er það The ekki? big package. Og hann léttur. Þetta er frá mér Er það frá þér? Já, Og tilbúðinu? já, frá tilbúinu, skilur ekki frá þér í tilbúinu, frá mér í tilbúinu my god! Here's a big one Stór! Sko, náttúrulega, þú veist What the hell? heldur ég sé að blekkja þig Já. Að hann er léttur. Þá held ég að þetta sé sjónblekking. Þyngdablekking Já. Já, Líka sjónblekking. já, líka það Hvað getur verið svona létt? Þú veist, ég get haldið á þessu með einni hendi. Það er enda rosalegt Já. Hvað er þetta? Læk að segja mér neitt hint. Nei, Ok. já, svo stuttu ef þú komist að því þannig að ég Já. held að ég hindi Mér ekki finnst bara svo gaman að gíska. neitt Ég veit, en þú veist, með jólaþættina er það öðruvísi þá er svo langt í að þú opnir þá Já, trú. Ok. Joey Föt. Já, ég er að gefa þér fötur yfir Joey Er þetta kassi frá Joey? Kanski, fekk að lána hann Ég ákvað bara að fara í fatskapinu á Joey og gefa þér fötuna Er þetta eitthvað sem að hún fekk lána hjá mér sem ég er búin að gleyma og hún er að skila því núna? Ok, má ég sjá. Nei, ég fekk lána hann kassa af því að, I needed a bag I needed a box Ég nýrði það box. Jæja, Jæja. hvað sérðu? Ég sé eitthvað frá Real. Oh my god. It's not what I think it is. Yeah, I don't know what you think it is Oh my god. Ok. Þegiðu fyrir það. Hættu nú alveg. Þetta er ekkert eðlilega stór taska. It's a bag Wow. Sko, ferðasjúklingur minn þurfti ykkur að ferðartösku God. Spyrst að hún er fullkomin. Wow. Smá kramin hann Nei, en hún er í geggjuð ástandi. What the hell í hendi? Ó, ertu eitthvað crazy eða? Þetta er sérst Louis Keyball Taskan Já, fyrir já. ferðarkonuna mína sem fyrir oft í bústað og þetta fyrir hendur ekki nóg oft í bústað en þegar hún fer í bústað. Mér langar að fara oftar í bústað. Já, Nei, sko, ég er bara í áfalli, ég veit ekki hvað ég að segja. Birta, hún er fullkomin. ég veit að hún er æðislega Hún það er ekki líka perfect size. Hún er No, ekki of stór ég veit eða það. of lítil. Hún eða- er fullkomin, svo getur þú keypti What bara the lengri ól Ég er í sjokki. Það? Já. Var þetta, ég átti svo aðeins með þetta þú ert búin að kaupa það svo margt fallegt á þessu ári að ég vissi ekki hvað ég ætti að gefa þér Ég er reyndar alveg búin að vera smá að trýta sjálf af mig, sko. Ég veit það, þannig að það var alveg erfitt að finna eitthvað sem að þú bara, þú Nei, en þú skilur veist, mér er búin að langi þetta for years. Það? Já. Æ, ég geðvikt Oh my god, hvað er flott. Ég er bara að bara melta þetta, já, það, sko. Oh my god, she's a massive one. Já, Matching við þessa. já. Þetta verður svo cute, þú veist, Jesus. imagine bara að vera að fara út að landa eitthvað bara, Já. þetta er, Loksins. Ég er bara Já. sjokki hvað hún er í góð ástandi. Þetta er náttúrulega vintage. Og, já, þetta er og vintage, það er já. alveg erfitt að finna þær góðar, sko. You did good. Tell me about it. You did good. Tell me about it, já. Er þetta sem þú ert að skila? Nei, bara ég... Og það er ekki annað? It's a story time for another day, sko. Ok, maybe next time. Já, kannski. En Ég vil ekki draga úr þessari. Það takk fyrir mig. Ég bara... Ég er í skíunum. Er það? Já. Æ, Þetta er geðveikt. Þetta er way gott. too much. Way too much. Nei, this is exactly what you... It's your My 30th. 30th. Já. Jesus. Og fyrir konu Ok, sem betri. einmitt er búin að vera dóldi góð við sig og ekki bara góð við sig, líka búin að vera dóldi happy on vintage finds. Ég bara, já, þú veist, Núna, þetta er mjög síðast- good já. finds. Mjög good finds.
Þannig að ég var eitthvað svona, þetta verða að vera bara eitthvað svona, þú veist, solid, ég skoðaði alls konar, ég skoðaði allt og ég svona, hún kannski var að kaupa sér smá svipa svona, svo hugsaði ég bara, en hvað bara svona classic sem að mann langar í, en kannski ekkert endilega að kaupa sér, skilur? Það náttúrulega bara þessi, sko. Akkurat. Ég bara búin að ætla að kaupa þessu svona mjög lengi en ég hef ekki fundið henni svona góða. Einmitt. Þessi stunning. Hún er svo góðu ástandi. Já. I love her. She's so good. Þannig þetta afmælisgjöfin frá mér og tebúðinu. Takk svo mikið. En við náttúrulega bara öll elskum þið langt mest í heiminum. Og bara svo spennt að halda upp afmælispartíið líka á föstudaginn. It's gonna be so much fun og þið heyri allt það í næstu viku, kæru tebúðsbestís. Já, eigum ekki bara skála fyrir þessum afmælisþætti. Bara takk hella fyrir mig, ég ótrúlega þakklátt bara, ég heppnasta kona í heiminum. Já. Bara að eiga þig, Birta, og ykkur tebúðsbestís. I'm so lucky. Skál fyrir þér. Skál fyrir þér. May this be the biggest year. This is gonna be our year. I love you guys. Love you, besties. Bye.